Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Hvað myndi eiginlega gerast ef hugmyndafræði FSU hér í kvöld yrði að veruleika í hinu dagsdaglega lífi? Hugsum okkur drauma heim Selfyssinga og þá er ég ekki að tala ljósabekkjarchill með skímó í headsetinu. Í þessum heimi væri bara einhver standard þvinguð hamingja ákvörðuð sem þyrfti að ganga yfir eitt og alla. Það væri engin raunveruleg hamingja þar sem hún væri á kostnað frelsis okkar og við hefðum ekkert val. Hvernig kom það til á sínum tíma að þú fórst í Morfís? Hvað er svona spennandi við þetta? Sko, Sigfús, sem að keppti í úrslitum árið áður, var við erum félagar eftir ég byrjaði í skólanum og hann hvatti mig til að mæta því hann hafði séð mig í leikhúsinu eitthvað örlítið og svo náttúrulega hafði ég líka bara áhuga á rökræðum sem slíkum, þannig að þetta var bara hinn fullkomnum vettvangur held ég fyrir mig, sko. Hvernig finnst þér Morfís hafa þróast undanfarin ár í FS? Hvernig er Morfís kúltúrin svona orðinu, svo má segja? Sko, kúltúrin sem slíkur hefur alveg að minnstakosti í ár og í fyrra, þá hefur hann tekið alveg stakkaskiptum. Það er búið að vera miklu meiri stemming fyrir þessu og við höfum verið meira þétt og öflugt lið, þannig að sjálfsögðu hefur kúltúrin sem slíkur alveg orðið sterkari, sko. En eins og þegar ég var, þá var þetta svona frekar, það var svona pínu, það kom pínu dampur í þetta eftir að við fórum hann í úrslitin. Þannig að, en eins og segja núna, það er þetta bara í fullu uppsvingi og allt að gerast, sko. Ingibjörg Ýr Smáradóttir og ég er liðsstjóri. Liðsstjóri stýrir liðinu upp á sviði, sér svörin, svarar ræðum andmælenda og já, það er bara mitt hlutverk alla keppnisvikuna að skrifa svörin, tilbúin svör sem gæti hugsanlega komið á keppni og upp á sviði í keppninni sjálfri. Asrat Sirnats og ég er meðmælandi. Meðmælandi er í rauninni ekki með neitt ákveðið hlutverk eins og frumælandi eða liðsstjóri. Heldur er meðmælandi bara ræðumaður númer 2 sem kemur fram hjá liði og hann í rauninni bara flytur ræðuna sína og það bara flytur hana bara mjög vel. Það er ekkert neitt sérstakt hlutverk sem er fyrir meðmælanda. Það er bara að vera ræðumaður. Hvað gerir þjálfarinn? Hann sér að útbúa efni, ræður og svör í samvinnu við ræðumenn og skrifa svolítið svona eftir þeirra stíl og hvernig þær beita sér, að þau beita sér í pontu og annað. Og já, ég sef svona afreitt 10 tíma þessa keppnisvikur sem við erum að taka og já, það skilur svo oft í veikindum eins og núna, þannig að já. Á hverju er verið að leggja þetta á sig? Þetta er ógeðslega gaman, sko. Þetta er bara sjúklega mikil stemming og það er alltaf gaman að vinna. Hvað drífur áfram? Er þetta rosalega mikið keppnisskap? Er þetta bara eins og einhver íþrótt í rauninni? Þetta er bara, ég var í íþróttum alveg frá því ég var 5 ára, þetta er bara nákvæmlega sama dæmi. Þetta er liðsport og maður stillir bara upp öflugasta liðinu hverju sinni til þess að vinna og það keyrir mann rosalega mikið áfram, sko. Þannig að eins og sé, þetta er bara sport eins og hvað annað, sko. Já, það gleymist kannski í því að þetta er þessi liðsheild. Hversu mikilvæg er liðsheildin sem slík? Sko, hún er náttúrulega gríðarlega mikilvæg og eins og ég segi, maður skiptir út og stillir upp því liði sem maður telur að hendi best við hvern keppinu til sig. Sólborg Guðbjörnsdóttir og ég er stuðningsmaður og í þessari keppni er ég stuðningsmaður meðmælanda. Stuðningsmaður er seinasti ræðumaður upp í pontu og þegar við mælum með þá er ég næst seinasti ræðumaður keppninnar, þegar við mælum á móti er ég þá er ég seinasti ræðumaður keppninnar og mér finnst það eiginlega skemmtilegra að fá að vera þegar við mælum á móti að fá að ljúka keppninni, það er eitthvað svona við stemming í því. Mér finnst rosalega gaman að koma fram á sviði. Ég hef verið að syngja sín ég var lítil og verið í leikritum og alls konar svoleiðis. Mér finnst rosalega gaman að rökræða, þannig ég held bara að þetta verið tilvæli og ég var beðin að taka þátt í fyrra, þetta er annað árið mitt í röð og ég er bara rosalega gaman á þessu, þetta er eitt af skemmtilegasta sem ég geri. Hvernig líst þér þá veslingana? Þeir eru náttúrulega sigursælstur skóli í sögu Morfís, þannig að manni sjálfsögðu maður kvíðinn á ákveðnu leyti en ég er fyrst og fremst spenntur, sko, og vona bara að við sigrum þetta. Umræðuefnið, lágmenning, hámenning, það er svolítið svona skemmtilegt að þessi 2 skólar séu að tala fyrir þessum málstæði, svona, hvernig líst þér á umræðuefnið? Mér finnst þetta bara ógeðslega fyndið, þetta er bara mjög skemmtilegt í alla staði og mjög skemmtileg tilviljun að Verslunarskólinn skuli mæla á móti segja lágmenningu en við með, bara komískt, sko. Áttu von á hörðum skotum og einhverjum svona persónulegum árásum? Að sjálfsögðu. Við erum Suðurnesja fólk, þannig að það býður upp á mikið grín þegar þú ert með einhvern háklassa skóla í Reykjavíkinni. Þannig að það verður bara fyndið, held ég. Dæmigerð Morfís vika er í rauninni að þú byrjar bara á samningsviðræðum
og þær eru geta verið 2 klukktímar og eins og núna þá eru 2 sólarhringar, ekki 2 klukktímar. Og þá erum við í rauninni bara að diskutera eitthvað ákveðið umræðefni, svo þegar það komið þá þetta rauninni bara heil vika af sorpfæði, hanga í tölvu og helst orkudrykkja neysla. Þannig að hún rauninni gengur ekkert út á annað en það að ræða ræðurnar sínar og koma alltaf með nýja vinkla á umræðuefni. Ég byrjaði að fylgjast með Morfís þegar FS komst í úrslit 2009 og keppti síðan í svona grunnskóla ræðukeppni og þar kviknaði svolítið áhuginn fyrir þessu en svo lét ég ekkert að ég verða fyrir 5 árum seinna. Og já, bara ég hef gaman að þessu og mikið í að rífast.